Gunnlaugur Björn Jónsson arkitekt fæddur í Reykjavík, bjó og starfaði lengi í Danmörku en flutti til Patreksfjarðar árið 2012 og rekur nú teiknistofu á Tálknafirði. Gingi, eins og hann kallaður, sérstakur áhugamaður verndun og endurbyggingu gamalla húsa. Hvers vegna komst á Tálknafjörð? Já, sko, ég var á Patró. Og svo bauðst mér þess aðstæði og ég ákvað að fara við fjallið og það ekki langt á milli, þetta eins og ég segi, það styttra til Patreksfjarðar heldur en frá Reykjavík til Hafnarfjarðar og miklu styttri í tíma, engin rauð ljós og ekkert sem tefur mann og svo ég mitt á milli, Bíldudalur hinum megin og svo ég reynda með verk út um allt land en sko upphaflega þá kom ég fór til að vera til Patreksfjarðar í hálfklárað hús sem við vorum að gera upp, ég og sambýliskona mín núverandi og Flúði neikvæðina sem var í bænum á þeim tíma. Hvaða ár var það? Það var haustið 2009. Ég hafði komist ágætlega út úr sjálfu megin hruninu, var með verk þá sem að gáfu af sér önnur verk, að ég var búinn að vera að vinna í 3 mánuði að ég fá flughermi í hús sem að ég hafði teiknað í bæjarflut í Reykjavík. En sú vinna var raunin fyrir gíg því að Kanadamenn hættu við að selja okkur flughermi, þeir treystu okkur ekki þegar hrunið kom. Þá lenti ég að teikna kreppuútgáfu, því að Flugskóli Íslands fór þarna upp eftir, teikna fullt af skólastofum inn í húsið og svona, og þá var svo að gera kostnaðaráætlun og þá var ekki peninga til. Þannig að ég hafði nóg að gera þarna yfir svona versta hjallan. En þarna kem ég 2009 á síðasta verkefni mínu, sem var pínlítið verkefni sem ég löngu geta verið búið með. En ég hafði svona treinað mér þá, þetta ég sá ekki framundan. En sest þarna í hálfklárað hús, þarna á Patró og smá saman, sko, án þess að ég hef neitt látið vita af mér að þá fór að koma til mér svona verk og verk. Og þegar komum við fram á vorið 2010 var ég komin alveg á kaf. Voru fleiri, eða eru fleiri arkitektar hér á Suðurfjörðum? Ekki á Suðursvæðinu, nei. En það eru arkitektar fyrir norðan, sko. En við tengslin hafa hingað til, ekki verið, náttúrulega verið að loka á mill allan veturinn. Þannig að það lengra til Ísafjarðar heldur en til Reykjavíkur á veturnar. Og erfiðar reyndar að fara þangað líka. En það stendur nú til bóta. En þegar þú komst á Patró hvaða ár það? 2009, haustið 2009, rétt við jól. Já. Þú þekktir eitthvað aðeins til frá fyrir tíð, var það ekki? Það rifjuðu þessu kynni við gamla skipsfélaga. Tókst upp gammalt bros? Já, það og svo náttúrulega kynntist ég fólkið þarna fljótlega og virkilega, sko, Patreksfirðingar af mín reynsla, eða Patreksfirðingar eða Vestfirðingar, allavega hér á Suðurfjörðum, að þeir eru mjög opnir fyrir fólki annars staðar aðkomu fólki. Eins og sýnir sig þetta með að 20% íbúa Patreksfjarðar eru Pólverjar í dag. Og ég segi ekki að það sé nokkuð vandamál með það. Þetta fellur mjög vel inn að það er eins og fólk sé vant að taka við að það komi aðkomu fólk og annað og ég man þegar ég kom hvað var ég 18 ára þegar ég kom 1973 að ég var strax einn af hópnum, þú veist, þegar ég kom á sjó og einn af þeim. Og eins og ég segi, kynni við gamla skipsfélaga, hitti Einar Jónsson, gamla vin minn sem hafði verið með mér á sjó. Við höfum ekki sést í 30 ár og bara strax var eins og bara vertíðin hefði lokið í gær. Og því miður hann fallinn frá en þannig að... En hvernig var Patró öðruvísi núna heldur en þarna 73-74? Já, 73-74 var náttúrulega alveg gífurlegur uppgangur hérna. Það voru einir 8 stórir vertíðabátar og mér fannst Patreksfjörður á þeim tíma bara vera vinnubúðir. Og það voru allir að vinna og eina fólki sem við sást á götum voru stærri börn með minni börn. Og það hefði allir eitthvað hlutverk og þarna var íbúafjöldin að nálgast 1100 manns. Og þetta var svona, Patreksfjörður var borin saman við svona staði eins og Stykkishólm, Bolungarvík og man ekki hvort það var Sauðárkrókur á þeim tíma. Og fólk að byggja og bærinn að vaxa og
mikið framundan en svo þegar ég kem hérna þegar ég fer að koma hingað, þegar ég förum að gera upp hérna gamalt hús á Patreksfirði 2004, þá var mér alveg gífurleg breyting af orðið. Það var allt í niðurníðslu. Aldurssamsetningi fann eins og ég sagði sko, það var orðið af mikið eldra fólki, yngra fólki var farið, fólk satt í verðlausum húseignum og í rauninni gat ekki farið því að það fékk ekkert fyrir lífstarfið. En það má segja að við hrunið hafi svona hjólin farið að snúast aftur hérna fyrir vestan. Að bæði það náttúrulega gengið fjall og útgerðin hafði meira og fiskvinnsluna meira hérna til umráða. Meðal hans Oddi sem leggur þá fé í að taka í gegn sláturhúsin og láta gamlan draumi og Jóni Magnúsinni rætast að gera hótel á Patreksfirði. Og svo náttúrulega fiskeldið að fara á stað. Og það náttúrulega smá saman fór í hjólinn að snúast meira og meira og það orðið gífurleg breyting síðan hérna, ég myndi segja að það hefði verið svona upp úr hruni að það hafi orðið þessi svona, hafi skipt. En þurfti fólk ekki á einhverjum tímapunkti líka að ákveða sig hvort það ætlaði að fara eða vera? Jú, það var ábyggilega margir staðir frammi fyrir því, þú veist, og þeirra ákvörðun og auðvitað það þannig að það eru margir og yngra fólk fór. En ein breyting sem að ég sá verða til hins betra hérna á Suðurfjörðunum var það að þegar það kemur framhaldsskóladeild hérna. Það var svolítið skrítið að á haustin þá hvarf bara ákveðinn aldurshópur af götunum og allstaðar. Það voru krakkandi sem voru búin með grunnskólan. Og náttúrulega langfæstir af þeim, bara undantekning að fólk kæmi aftur þegar fyrir þetta ungt að heiman. Og ég hef svona, og líka það að þessi framhaldsskóladeild, hún hefur líka tengt þessa þrjá firði hérna, sko þessi kynslóð, hún kemur ekki til með að horfa eins mikið sko hérna yfir fjallið og sem á milli og svona, það er ekki þessi tálmið þeirra huga sko. Þetta er meira eitt fyrir þeim. Og þar eru samgöngur lykilatriði? Það eru lykilatriði. Og líka náttúrulega samgöngur hér á milli því að þetta er eitt atvinnusvæði. Og líka það, eins og var þarna, þú varst að spyrja hvernig Patreksfjörður hefur verið ólíkur. Þá var, eða ef við tökum Patreksfjörð, að það var náttúrulega sjálfbært þorp þá. Það var allt til alls. Þú gast fengið allt. Það voru, hvað marga búðir, heilbrigðisþjónusta, það var skurðstofa, það voru fæðingadeild og það var þetta og þetta. En núna í dag að þá til þess að þessar byggðir hérna þrífist og mikið af þessari þjóðu svona miðlægt eins og Landspítalinn að taka yfir allt og Landspítali, háskólasjúkrahús og þá eru samgöngur náttúrulega orðnar sko nauðsynlegar, góðar samgöngur. Þetta er forsenda þess að nútíma samfélag geti þrifist hérna. Og það er þá samgöngur bæði fyrir suður og svo efast ég ekki að allir vestur þetta styrkast mjög við tengingu norður og suður. Ég held að það sé ekki spurning. En sumir segja að tengingin frá Suðurfjörðunum og til Reykjavíkur, fólk sæki meira þangað heldur en upp á Ísafjörð. Fólk hefur náttúrulega gert það út af því að það hefur verið auðveldara að sækja hérna suður heldur en að sækja til Ísafjarðar stærstan hluta ársins. Því að Dynjandisheiðin og Hrafnseyrarheiðin hafa lokað, sko. Þú þarft að fara alla leið til Hólmavíkur og þaðan yfir Steingrímsfjarðarheiðina og allt djúpið til að komast til Ísafjarðar. Og þetta hefur verið eins og ég var að heimsækja konur sem var hérna á sjúkrahúsinu á hérna Ísafirði og þetta tók alveg bara daginn að fara þangað og maður varð að gista og annað og það hefur verið miklu auðveldara fyrir maður að fara til Reykjavíkur. Og það eru margir hérna sem vilja meina að við séum svona tengjast Breiðafirðinum meira. En auðvitað muni þessi tenging, hún mun smá sem að breyta því, sko, og hérna, eða breyta. Það er alltaf að tengjast Breiðafirðinum, en bara mjög gott mál að Vestfirðir sem slíkir fái þessa tengingu og hún er líka mjög mikilvæg út af því að nú erum við náttúrulega, sko, þetta fiskeldi komið á stað og það er bæði fyrir norðan og hér. Og þessi flutningar sem er á milli og annað bæði fólk, ég veit fólk sem starfar hérna hjá Arctic hérna í Botni sem býr á Flateyri og fer reglulega á milli á veturnar. Þetta verður þvílíkur munur, sko, og þetta mun náttúrulega víkka út þetta atvinnusvæði í framtíðinni.
Við eigum náttúrulega Dynjandisheiðin eftir en... Já, segðu mér aðeins, þú færð til Reykjavíkur, þaðan kemur upphaflega, það ekki rétt? Jú, fæddur uppalinn Reykjavíkur og stoltur af því. Já, það má. Já, ég var lengi að verða stoltur af því, sko, því að þegar ég var alast upp og ég var allar mína tíð sem krakki í sveit og hérna á Ströndum og var kallaður strandamaður heima hjá mér. En það var gott að geta borið fyrir sig að allir afar og ömmur höfðu komið utan af landi. Ég var líka Þingeyingur. Og ég var líka Vesturlendingur. Og Suðurnesjamaður. Og Skaftfellingur og Rangeyingur. Þannig að það var ágætt að þurfi ekki geta sagt þetta í staðið að vera Reykjavíkur á sínum tíma. Og svo ferðu til Kaupmannahafnar, 16 ára eða eitthvað? Já, nei, 16 ára fyrir ég fyrst í sumarvinnu bara á Jótlandi, á gróðrarstöðar og svo aftur 17. Og svo lagðist ég náttúrulega í flakk svolítið sko upp úr því og ég var, þegar ég var búinn með 2 ár í menntaskóla þá langaði ekki mikið til að verða neitt af því sem að byggðist þegar maður yrði stór. Að ég hætti þá eftir að vera búinn með 2 ár í menntaskóla og fór á sjó hér og svo fór ég í ferðalög bara þegar ég þénaði mjög vel og fór bara í ferðast heiminn og svo mætti ég aftur þegar það var komið næsta vertíð og þetta var bara mjög gott líf sko, en svo var það einhvern tímann síðustu vetrarvertíðina með að ég kem inn af dekki og það var komin ísing, það var ís á bátinn og það var svo kalt og það var brjálað veður og maður var með naglakul þegar maður kom inn í messa og þá slóða maður allt inn að byrja, akkur ég sæti ekki inn í hlýrri skólastofu og horfði bara á veðrið út gluggann og væri að gera eitthvað og læra eitthvað sem ég hefði jafnvel áhuga á. Og þegar að vertíðinni var lokið, þá skráði ég mig í öldungadeildina og þá vissi ég, var ég engu nær hvað ég ætlaði að verða þegar ég er stór því að ég hafði áhuga á öllu og sá eitthvað praktist í öllu. En svo kom þessi viturinn niður mig þegar ég var í byggingavinnu í Danmörku. Þá flytti ég út í Danmörku 1976, endarlega, til Kaupmannahafnar þá. Og þá fékk ég þessa viturinn eftir að hafa verið búinn, eftir að við komum með stúdentspróf og hafði sótt í skógrækt sem var mjög erfitt að komast inn í og mannfræði sem var ennþá erfiður að komast inn í. En ég var í byggingavinnu, var að reisa þarna, hafði tekið þátt í að rífa niður fallega gamla byggingar sem hétu Tolbóðin þarna í Kaupmannahafnar og Kólusöllina og svo var ég vann við að byggja aðalstöðvar A.P. Möller. Svo fékk ég smá pásöngt í hann þarna og settist á og fékk að setja á valtar og valta bílaplan þetta fyrir framann og þessar byggingar alveg hörmulegar. Þá slóði maður hverju reynir ekki að hafa áhrif á þetta. Og ég hljóp niður í skólann niður á akademíu, var hún of seinna sækja en fékk undanþágu og komst inn. Síðan hef ég ekki verið vafa. Síðan hefur dagurinn alltaf verið á stuttur og vinnuvikan alltaf stutt. Þú lifir fyrir að vera arkitekt? Já, það er kannski það sem er að ég lifa á áhugamáli mínu. En það þýðir náttúrulega ég er aldrei í fríi. Og verður að treysta á þinn eigin dugnað? Já, algjörlega og þetta ég lít aldrei á klukkuna og segi, korter í kaffi. Veist að þetta er alltaf, klukkuna er svona margt. En arkitektúr var nú ekkert alveg fjarlægur þér, er það? Nei, hann var það ekki. Ég hafði alltaf haft mjög gaman, var góður teiknari og hafði alltaf haft mjög gaman að teikna. Ég held að það hafi verið meira sko hér að ég náttúrulega, pabbi var landslagsarkitekt, svo fyrsti hér á landi. Nefndi hann fyrir mig, hver var hann? Jón H. Björnsson, kenndur við Alaska. Og ég náttúrulega svona elst upp við þetta og eiginlega svona meira alveg upp á gróðrarstöð og í kringum gróður. En ég held að það hafi verið uppröskja föður minn og ég fór í húsarkitektúr. Eða byggingararkitektúr. En það breyti því ekki að ég hafði þá ánægju að vinna með honum í einhver tíma eftir ég var byrjaður í námi og lærði mikið af honum. Lærði náttúrulega bækurnar hans og gamla teikniborðið hans. Gamla teikniborðið hans og svona sem á að fara að gera upp. En nei, og þetta er svona, þetta var langt í því að vera fjarlæknir. Þú varst nokkur árin í Danmörku. Ætlaðirðu nokkuð að koma tilbaka? Nei, ég hafði ekki hugsað með það.
ég sá vini mína danska, þú veist, fara út í heim og það stóð þeim allt opið öll Evrópa. En þá vorum við hérna bara bundið við Norðurlöndin og þeir fóru í vinnu til Svíþjóðar, til Englands, til Spánar en ég hafði bara Norðurlöndin. Þannig ég var búinn að fá alla pappír og allt saman til að sækja danska ríkisborgararétt. En svo kem ég hérna sumarið 93 og var þá búinn að ljúka námi og hafði unnið þessum teiknistofu til Danmörku líka og mætti hérna í giftingu hjá vinum mínum og þetta dróst eitthvað á langinn og ég fór að fá einhver smá verkefni og svona og þannig að eins og ég segi þegar voru liðin en ég leit alltaf að ég var í sumarfríi en svo hitti ég konu hérna og eignast barn hérna og svona átti dóttur fyrir sem var nú alin upp í Danmörku til 8 ára aldurs en þannig að þegar voru liðin 7 ára þá segi ég, býtu, nú verður að fara að hugsa þig hvað þú ætlar að gera. Að hérna, nú verður þessu sumarfríi að fara að ljúka, nú verður að taka ákvörðun sem ég gerði þá og ákvað að verða hér. Sérðu eftir því? Hvað segir það? Sérðu eftir því að hafa komið? Nei, ég sé í rauninni ekki eftir því því að ég held að, sko, þrátt fyrir erfiðleika þarna í byrjun, það var krepp og lítið að gera og maður var hlaupandi í aðra vinnu til þess að geta stundað áhugamálið sem var náttúrulega hönnun og arkitektur að þá hérna, sko, efast ég að maður hefði orðið sjálfstæður hefði maður verið áfram út í Danmörku. Að maður hefði unnið á einhverju stóri teiknistofu og annað og það voru þessi möguleikar hér og svona verða sjálfsins herra og svona eftir að það var orðið og eftir að maður var orðið það spiltur af því, þú veist að hérna, maður sá ekki fram á að maður gæti unnið undir öðrum að þá hérna, nei ég sé ekki eftir því. En ég sakna alltaf Danmerkur og sakna ákveðna hluta. Það geri ég. En förum aðeins í svona kannski, ég bara tekist vita að eitt aðal áhugamál eiginlega að gera upp gömul hús og þessi að gera fortíðinni svolítið hátt undir höfði. Já. Hvernig stendur á því? Það á ég svolítið mínum svona, þegar ég kem hérna til Íslands á sínum tíma að þá leigði ég mig inn á teiknistofu hjá Magnúsi Skúlasyni, fyrrverandi Magnús Skúlason arkitekt og fyrrverandi framkvæmdastjóra húsafriðarnefndar. Og ég var, hann í rauninni minn lærimeistari í þessu og ég hef þá ánægju núna í augnablikinu að vera í samstarfi við hann í 2 verkefnum. Og hann kominn vel á níræðisaldur en eins frjór eins og náttúrulega sá maður að mínu mati sem að býr við mestri þekkingu og kunnáttu á þessu sviði. En jú, þetta verður fljótlega að maður fer að sinna þessum gömlu húsum sem hér eru og það er mjög ánægjulegt að sjá að það hefur orðið svona vitundavakning að fólk farið að átta sig á því hvers virði þetta og hvernig eigi að gera hlutina og sjálfst hefur maður oft einhvern þátt í því en líka sko þurfum við aðeins að kíkja nær okkur í tíma því að eins og ég segi það alltaf það sem í mestri hættu, það það sem nálægt okkur í tíma. Hvað áttu þá við? Þá á ég við, sko, timburhúsin okkar gamlu, það orðin almenn sátt að þau séu þess virði sem þau eru. En svo ef við förum aftur yfir í Funkisin, í Steinsteypun og byggingameistara Funkisin og annað sem eru mjög heilstæð hverfi, sko, eins og þess hluti niður á Eyrin á Patró sem byggjast upp á skömmum tíma, milljónahverfið á Bíldudal sem byggjast upp á örskömmum tíma á stríðsárunum og að það vantar kannski, þú veist, þarf að fara að koma meiri vitundavakning í hvers virði þessi hús eru. Og það ekki síður verið að huga að gluggum og ytrabyrði og þakköntunum þar og öðru heldurinn með timburhúsin. Og svo náttúrulega það sem ennþá meiri hættur, það sem ennþá nær okkur í tíma. Og það eins og ég hef haft það ánægju að hafa nokkur verið beðin að flytja fyrirlestra og þá hef ég oft að ég hef götumyndin í Tjarnargötunni sem að ég elska náttúrulega og svo hef ég götumyndin í byrjun Ármúlans með húsin þar og það var þannig ég var á ferðinu þarna, var með syni mínu með mér og spurði hann svona,
Stebbi, hvað finnst þér svona nýtísku hús? Og hann sagði, horfði á mig og sagði, nýtísku hús? Þetta eru gömul hús að það. Og maður áttaði á því að og það eru þessi hús, þessi komur að segja curtain wall, þessi gler og stál og ál og annað sem að við erum vissulega mörg að þeim. Auðvitað er allt misjafnlega gott allstaðar. En það er að við töpum þessum tíma ekki. Eins og voru næstuði búin að tapa síðasta bragganum. Ég er ekki að segja að við höfum þurft að varðvita heilu hverfina braggunum, en það er bara, þú veist, að það er alltaf hættulegt að það er eins og hver kynslóð fái svona andúð á svona einhverju, þú veist, sem er þeim nærri tíma, svo kemur næsta kynslóð og sér gæðin í því. Við sjáum bara tekmöflurnar núna og unga fólkið og annað. Og En eins og ef við lítum aðeins á Patreksfjörð núna, það er verið að gera svo mörg húsin, eins og þú segir, upp og fólk er búið að gjörbreyta hugsunarhætti og þetta er ekkert sami Patreksfjörður eins og bara fyrir 10 ár. Nei, það er það ekki. Þetta gerast á fleiri stöðum Já, ég myndi segja það, sko. Reyndar, sko, á Tálknafirði höfum við nánast ekki, við höfum einstaka gömul hús sem er þá eins og gamli bærinn á Sveinseyri og bærinn í Innstutungu og Dunhagi er reyndar svolítið sérstakt hús sem hér er, en annars er þetta allt saman frá seinni hluta síðustu, eða upp úr miðri síðustu öld. Þið Tálknafjörður byggist upp bara eiginlega á 15 árum. Já, má segja það. Hann er yngstur þessara bæjarkjarna. Yngsta þorpið. Það var engin höfn hérna. Nei. Og það myndaðist ekki þorpið, þetta voru bara sveitir. Og hér, allt í einu þá, náttúrulega fer það að gerast að fjörðurinn er að tæmast af fólki. Fólk flytur til Bíldudals, fólk flytur til Patreksfjarðar og fólk flytur suður. En þá er farið í að byggja frystihús hérna upp á Stríði og bryggju hérna neðan af Tungu. Og menn höfðu lengi verið það mælti gegn henni að það frýs yfirleitt leggur hópið á veturnar, en eftir að stálbátarnir komu þá var þetta ekkert vandamál. En þá fyrir að byggja þorp hérna í kringum höfnina. En hins vegar náttúrulega, sko, bæði Bíldudalur og reyndar er saga Bíldudals ekkert ósvipuð ef við förum aftur, á tíma Péturs Thorsteinssonar. Því að Bíldudalur byggist þá upp á alveg örskömmum tíma. Þetta var algjört Klondike Bíldudalur á þeim tíma þegar Pétur Thorsteinsson er að byggja þar upp, sko, milli 1800 og ég myndi segja eiginlega 1890 til hann fer þarna 1903. Hann kemur þarna 1880, en það er ótrúleg uppbygging sem verður á þeim tíma. Jó, og honum eiginlega einum að þakka? Það má segja það, að það hafi verið, sko, nánast einsmannsverk, ef maður getur sagt sem svo, að þegar Pétur Thorsteinsson kemur til Bíldudals, að merkilegt nokk þó að það hefði verið þarna mjög kunnir menn og Bíldudals saltfiskurinn var hann þekktur út allt, að þá byggðist ekki upp þéttbýli þar fyrir að Pétur kemur. Þegar hann kemur þetta 1880 þá eru 20 mann sem búa á Bíldudalseyri með fjölskyldu hans. Og svo en þegar hann fer, þá eru komnir, nú man ég ekki, eitthvað vel við 300. Og það fjölgaði alveg ótrúlega frá 90 og fram til aldamóta, 1900. Og það eru ótrúlega lýsingar á, hann var náttúrulega langt á undan sínum tíma í svo mörgu. Er verið að gera upp falleg hús þar í dag? Já, og stendur til. Það er náttúrulega mörg gömul og falleg hús á Bíldudal og sérstaklega er mér nú annt þessi alþýðuhús sem að þar eru ennþá. Sem að byrja á svona grunnhúsinu hérna. Ég kalla þetta svona vestfisk, þetta er eiginlega svona, komur að segja, húsan vaksa. Byrjar á þessu hérna, svo stækkar fjölskyldan og efnin aukast, þá kemur þessi viðbygging, svo kemur viðbygging hér og svona, og því miður það kannski þessi hús hafa, við varðvitum alveg eins og með torfbæinn okkar stóru höfðingjaseturinn og saman með stóru veglegu timburhúsin okkar. En þessi alþýðuhús, eins og þið hafið ennþá þarna á Eyrinni, þarna á Akureyri, að þau eru meiri hættu. En það er ekki síður varðveisluverð, finnst mér. En gaman eiginlega að, ef við draugum þetta svolítið saman í eitt að vera arkitekt, Patreksfirði og Tálknafirði hérna,
Þetta eiginlega starf án staðsetningar. Já, það má segja það að sko ég með aðstöðu hjá samstarfskonu minni sem við höfum búin að setja saman sem ég kom hérna meiri eða minna sem ég kom hérna 91 og svona verið stundum á sinn staðnum en leiðir okkur alltaf leið saman á og til. En ég með aðstöðu hjá henni í Tjarnargötunni í bænum og það sem ég þegar ég kem og þangað. En annars ég bara með tölvuna með mér, þess vegna ég með 17 tómur skjá því að ég ofta að vinna á staðnum, mæla upp hús, þá teikna ég þau helst upp á staðnum og ég get unnið hvar sem og hvenær sem og það ótrúlegt frelsi og ég með verkum í rauninni hef verið með verkum all land. Sérðu fyrir þér að þú verðir hér gamall maður? Ég kom út einn morgun þegar ég var á Patreksfirði og var þar einn út í þetta yndislega morgun. Á morgnana, svona á vorinu og sumrin, þá sjórinn spegilsléttur og það kyrrð og ég sló mig mikið hvað ég væri heppinn að búa á þessum stað. Hvað ég nyti mikil að forréttindi að vera hér, sem ég vissulega gera ennþá. Og ég fór að hugsa, myndi ég vilja verða gamall maður hérna? En þá fór ég að hugsa, já svona æskuvinirnir eru fyrir sunnan og fjölskylda, barnabörn sem eru komin og annað og jú, ég skil það ef ég hefði haft stór fjölskylduna hérna. Og það held ég að sé svolítið afgerandi fyrir fólk. Ég sé margt eldra fólk flytja suður, einmitt út af því að öll börnin eru flutt suður. Sem eru fæddir og uppaldir Vestfirðingar eða Patreksfirðingar eða Bíldælingar. Og þannig að ég nú sást í þeim hópi en ég held að ég verði ekkert svona gamall og annað því að ég ætla að vinna þangað til ég drefst. Og ég pabbi vann hann dó 80 og var að vera 84 og hann var vikuna áður en hann dó þá var ég að fara með skissu það var verið að hann var að teikna garð og það var skjólgirðinga sem bóg og hann vildi vera viss að hann væri réttur og ég fór með teikningu frá honum og skoði og kom til hans aftur og hann hélt áfram alveg fram á síðasta og ég sé það fyrir mér að ég geri það vonandi og að ég gæti alveg hugsað mér að drepast hérna við teikniborðið. Dásamlegt að fá að koma hérna til þín og bara takk fyrir að leyfa mér aðeins að kíkja inn í lífið. Já, bara gaman að hitta ykkur og fá að segja frá.